Þegar píparkökur bakast kökugerðar maður. Þetta er 125 grömm af smjörlíki, eða margaríni, vegna þess að þar þarf 1 kíló af margaríni í píparkökur eins og það eru gerðar af dýrunum í Haflaskógi. En ekki kíló af pipar reyndar, sem er mjög heppilegt því að ég held ég hafi ekkert efni á kíló af pipar. Ég er sannlega aldrei að henda þessu. Þetta er ein eggjarauða, það var eggjarauður ekki heil egg vegna, og þetta er 1/8 af uppskriftinni. Svo þarf ég að vigta hveitið og hitið út frá því hvað þetta er þungt, vegna þess að þetta er eftir þyngd. Og ég gera við þetta. Ég ætla ekki að henda þessu, ég finn ég gott við þetta. Jæja, þetta er piparinn, 1/8 teskeið, hveiti, sykur, 1 egg og margarín, efnin með við þyngd. Og bara að vinda sér í það. Þegar ég ætti ekki beikon í ótengdum tilgangi. Stóð eftir að hita þetta yfir eldi, en ég nenni ekki að standa í ykkur sluðu servi, sko. Svo er þetta bráðna. Þannig að þetta bráðir, þá setjum við sykurinn ofan í þetta. Írum þetta aðeins. Tökum við þetta og setjum þetta hérna stærri og þægilegri disk. Setjum piparn út í þetta. Það verður vissulega örugglega kyngimögnuð kaka eða og eggjarauðan hérna ofan í. Já, það er bara. Sulli, ég ætla að ná í það. Jæja, þetta hérna síðasta dót fyrir allt hérna ofan í. Og svo þetta alltaf gumsast einhvern veginn saman. Þetta er orðið að einhverju. Sjá hvernig það kemur. Mér finnst þetta minna svolítið á svona ávaxtamjólk, svona svo barnamat eða þannig. Þetta er mjög ópiparkökulegt. Það er sennilega, ég veit ekki. Já, þyngdin er allavega réttar. Sjá, þetta hefur harðnað svona aðeins með það kólna, þannig að þetta verður sennilega hægt að fikta eitthvað í þessu. Þetta verði ætt, það er annað mál. Ég var búinn að forma þetta í kökur, en við hitun þá breyttist þetta í þessa mylsnu hérna, sem að hefur enga samlóðun að einu leyti. Þetta er eiginlega magna, hvað er? Þetta eru sem sagt piparkökur gerðar eftir þessari blessuðu uppskrift. Svona líta þær út. Nýkomnar úr ofninum. Það er betur þetta kólnu og smakka þetta svo. Þú þurfum að henda þessu. Já, komið að smakka þetta. Piparkökur sem er hægt að borða með skeið. Sjá þetta. Það lítur sem mold. Þetta hefur enga samlóðun. Þessi betur að hafa mjólk út á þetta, ég er ekki með það hreinu. Þó það kannski áttir. Allavega. Smakkum piparkökur eftir uppskriftinni í dýrunum í Haflaskógi. Þurrar. Bragðlausar. Það vantar alveg helling í þetta, sko. Eins og Þorbjörn Egnir, hann var greinilega komin langt út fyrir sitt svið þegar hann var að þróa þessa blessuðu piparköku uppskrifta. Og reyndist að vantar saltið eitthvað. Það vantar að, já, það vantar. Þetta er bragðlaust. Áferðin er svona svipað eins og sandur.
hendur þessu. Já, ég hugsa það. Ekki gott.